Góðan daginn, gott fólk. Verið þið hjartanlega velkomin á þennan íbúafund okkar hér. Sameiginlegan íbúafund okkar hjá í Dalabyggð og Húnaþingi vestra. Heyrist illa í mér, það nú mjög óvanalegt. Heyrið, það laust hérna á fremsta borði og líka hér, þannig endilega komið í nær, ekki hika við það. En eins og ég segi, hér erum við á sameiginlegum íbúafundi okkar, Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Sá fyrri verður hér í Dalabúð í dag og síðan verðum við aftur í félagsheimilinu á Hvammstanga á morgun á sama tíma, milli 5 og 7, þannig að ég veit að það verður svo skemmtilegt hér hjá okkur í dag að þið eigið eftir að fjölmenna yfir Laxdalsheiði á morgun og þannig að það er öllum velkomið að koma og ég veit að þar verður eins og hér nóg af kjötsúpu. Við ætlum að enda á því en það er alveg að koma kaffið til okkar, fáum hér kaffi inn í sal og svo tökum við spjallið en gott að sjá svona góða mætingu, mjög þakkláttur fyrir það og vissum að við eigum hér gott og gagnlegt samtal á eftir. Þeir eru hér með okkur Jón Hrói Finnsson og Vilhjálmur Sveinsson frá KPMG sem hafa verið að halda utan þessa vinnu ásamt verkefnastjórn sem að Jón Hrói kynnir hér á eftir sem hefur verið skipuð af hálfu annars vegar Dalabyggðar og hins vegar Húnaþings vestra til að vera í þessari vinnu og svo eru auðvitað sveitarstjórnirnar báðar mjög nálægar. En ég ætla ekki að hafa fleiri orða sinni, bara heldur býð ykkur hjartanlega velkomin og Jón Hrói tekur við stjórn fundarins og kynningu. Þannig að gjöra svo vel. Komið þið sæl, heyriði vel í mér, líka á aftasta bekk. Gott. Já, við ætlum semst að fara hérna í gegnum kynningu í upphafi fundar og svona, hún tekur vonandi ekki mikið meira en 45 mínútur, svo okkur gefist góðu tími til þess að tala saman og svara spurningum sem við ætlum að varpa til ykkar. Tilgangur þessa fundar er annars vegar að segja ykkur frá þessari stöðu, hvað er í gangi og hvert erum við komin og hins vegar að leita eftir ykkar sjónarmiðum varðandi mögulega sameiningu. Mér fer best að halda mig við glærurnar af því að það er skipulagið mitt og minnismiðarnir mínir, þannig að ég ætla bara svona vinda mér beint í það. Ég ætla að byrja á því að kynna þessa verkefnisstjórn. Sveitarstjórnirnar hafa skipað fulltrúa í verkefnisstjórn óformlegar sameiningarviðræður og með áherslu á óformlegar. Kemur því aðeins betur á eftir og í þessari verkefnisstjórn eru Magnús Magnússon, formaður, og Magnús Vignir Eðvaldsson og Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri. Hún reyndar ekki formlega fulltrúi í verkefnisstjórninni heldur starfar með henni sem sveitarstjóri og þetta eru fulltrúar Húnaþings vestra og svo frá Dalabyggð eru Ingibjörg Þórana Steinudóttir, Skúli Hreinn Guðbjörnsson og Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri sem aftur starfar með hópnum sem starfsmaður án þess að vera formlega skipaður fulltrúi, þannig að komi til þess að þurfa að greiða atkvæði, þá skiptir þetta máli en annars ekki. En þessi hópur hefur fundað nokkur sinnum og við höfum starfað með þessum hópi og dregið saman ýmsar upplýsingar sveitarfélögin til þess að bara átta okkur á því hvað er líkt og hvað er ólíkt og hvað er líklegt að þurfi að skoða við sameiningu. Og við höfum byggt vinnuna svolítið á þeim verkefnum sem við höfum unnið áður sambærileg. Þannig að við vitum nokkuð hvað fólk hefur áhuga á að vita. En auðvitað er það breytilegt á milli sveitarfélaga. En sem sagt, við stefnum á að þessi verkefnisstjórn skili af sér áliti til sveitarstjórnarna hvert framhaldið skuli vera. Þá í maí í næsta mánuði. Það er styttist í annan endan þessi vinna. En við sem sagt hjá KPMG við erum að aðstoða við
utanumhaldið, verkefnisstjórnina og gagnaöflun og greiningar. Og við getum spurt okkur af hverju þessi umræða sameiningu. Það náttúrulega, þið heyrið, það víða verið að velta sameiningu fyrir sér og spurningin hvers vegna það Og það kannski fyrst að telja að það stefna stjórnvalda núna að fækka sveitarfélögum og það kom út skýrsla fyrir nokkrum árum síðan það hvernig ætti að efla sveitarstjórnarstigið og einn af megin þáttunum í þeirri skýrslu eða megin niðurstöðum þar var að það þyrfti að sameina sveitarfélög, stækka þau þannig að þau séu sjálfbær og geti betur veitt þá þjónustu sem þeim ber að veita. Og það náttúrulega vaxandi kröfu til sveitarfélaga og þeirra þjónustu sem þau veita. Það bæði kröfurnar sem koma frá löggjafanum og líka bara íbúar orðnir meira meðvitaðir þá þjónustu, þann rétt sem þeir eiga til þjónustu, þannig að kröfurnar koma bæði frá löggjafanum og íbúanum sjálfum. Síðan kemur líka til að starfsmenn sveitarfélaga eru svona líka, þeir kalla líka eftir því að vinna, það meira aðlaðandi að vinna hjá hjá faglegri sveitarfélögum þar sem hægt að veita þjónustu frekar heldur en minni sveitarfélögum þar sem að kannski líka sami aðilinn þarf að sinna mörgu og kraftar þess einstaklings dreifast víða. Sameiginlegur hagsmunir eru náttúrulega líka ofarlega á baugi sumstaðar og misjafnlega hátt á baugi en mörg sveitarfélög eru að glíma við sömu vandamál og telja sig betur geta glímt við þau saman en í sitt hvoru lagi. Þannig að það oft talað það að sveitarfélög við sameiningu þá verður til stærra sveitarfélag og stærra sveitarfélag hefur svona aðeins meira bolmagn og meiri slagkraft í því að berjast fyrir hagsmunum þess svæðis sem það yfir. Þannig að það líka áhrifaþáttur og svo víða orðið mjög erfitt að manna hlutverk og þá ég bæði að tala pólitísku hlutverkin þar sem að pólitísku hlutverkin það sitt í sveitastjórn, það sitt í nefndum það orðið erfitt að manna þau hlutverk þannig að verkefnin lenda ofta á mjög fáum höndum og ekki síður það kannski erfitt að fá starfsfólk til að vinna í umhverfi þar sem að sérstaklega kannski svona sérhæfðar starfsfólk að vinna í umhverfi þar sem að ekki boðið upp á sérhæfingu. En mjög víða þetta bara orðið vandamál að manna nefndir og manna jafnvel sveitarstjórnir þó það kannski ekkert endilega við hér. Og ég nefndi það áðan að við erum hér samankomin vegna þess að sveitarfélögin 2 í óformlegum viðræðum. Og óformlega viðræður þar eru svona undanfari formlegra viðræðna, óhjákvæmilega. Það þarf að koma sér saman það að hefja sameiningaviðræður eða ákveða að gera það ekki. Þannig að það í raun og veru verkefni þessarar verkefnisstjórnar, það að gera tillögu til sveitarstjórnana með það hvort það skuli haldið áfram í formlegar viðræður. Og á þessu stigi þá erum við að safna saman upplýsingum sem að sveitarstjórnirnar í raun og veru þurfa til þess að taka afstöðu til þess hvort það eigi að hefja formlegar viðræður. Og það svo sem engin forskrift til það hvað skuli gera á þessu stigi. Sumstaðar kemur bara beiðni frá einu sveitarfélagi að hefja formlegar viðræður og hinn sveitarstjórnin segir já. En oft farið í gegnum eitthvað svona smá ferli á undan þar sem aflað einhverjar grunnupplýsinga. Og svona til þess að aftur eins og ég sagði áðan að sjá hver staðan hvað sambærilegt, hvað ólíkt og þess áttar. Og bara svona til að kanna hvort að sveitarfélögin 2 eiga samleiðið eða ekki. Ef það tekin ákvörðun formlega viðræður, þá hefjast þær og það skipuð samstarfsnefnd sameiningu sem fjallar þá aftur, það farið kannski ítarlegri greiningar, fjárhagsskoðaðar aðeins betur og hvað líkt og hvað ólíkt. Við erum svolítið að gera sama en kannski fara meira á dýptina með það. Hér erum við reyndar komin svolítið langt með greiningarnar
Þannig að mikið af þeim upplýsingum sem við erum vön að safna í svona verkefnum liggja nú þegar fyrir og þið sjáuð eitthvað brot af þeim hér núna, en við siktuðum aðeins niður til þess að gera þetta viðráðanlegra fyrir svona íbúafund. Þessar upplýsingar verða nú sennilega birtar á seinni stigum, en eins og ég sagði áðan þá er þetta kannski, við erum fyrst og fremst núna að gefa sveitarstjórnunum upplýsingar til þess að taka sína ákvörðun. Í svona formlegum viðræðum oft miðað við sveitarstjórnarkosningar og nú eru sveitarstjórnarkosningar í júní eða í maí á næsta ári, þannig að tíminn sem er til þess að klára viðræður og undirbúning nýs sveitarfélags ef að sameining er samþykkt, hann er svona verða dálítið knappur, þannig að þess vegna líka liggur okkur svolítið að þess vegna erum við með markið á að klára í næsta mánuði þessar óformlegu viðræður. En sem sagt, ef að það er tekin ákvörðun að fara í formlega viðræður, þá hefur þessi samstarfsnefnd sína vinnu, aflar upplýsinga og greiningar sem hún telur sig þurfa til þess að gera álit og ráðleggingar þá til sveitarstjórna og íbúa, en ekki síður til að draga upp mynd af sveitarfélaginu, stöðu sveitarfélagina eins og hún er og þannig að þið geti gefið ykkur einhverja forsendur fyrir hvernig hlutinni getur þróast í sameinuðu sveitarfélagi eða ef það er ekki sameinað. Þannig aðeins til að hjálpa ykkur að taka afstöðu til spurningarna það hvort það á sameina. Þegar formlegar viðræður eru hafnar og búið að skipa svona samstarfsnefnd, þá verður ekki aftur snúið. Það er sem sagt, þá er búið að hefja ferli sem á að ljúka með íbúakosningu og það er alltaf íbúarnir sem ákveða hvort að verður sameinað eða ekki. Og þegar í svona íbúakosningu þá er það sem sagt einfaldur meirihluti í hvoru sveitarfélagi fyrir sig sem ræður því hvort að verður sameinað eða ekki. Hér er bara 2 sveitarfélög að tala saman og þá er það einfalt ef að annað sveitarfélagi fellir þá er engin sameining. Og hvað þá náttúrulega ef það gerist í báðum. En sem sagt, áður en kosningu kemur þá er kynning á þessi tillögu og áliti samstarfsnefndarinnar og þá þessum upplýsingum sem er búið að draga saman. Það er lögbundið að hún á að vera minnst 20 dagar fyrir kosningar. Og svo náttúrulega ef að það er sameinað að þá er skipuð svokölluð undirbúningsstjórn sem á þá að leggja grundvöllina nýju sveitarfélagi sem ætti þá að taka til starfa við næstu sveitarstjórnarkosningar. Og þeirri undirbúningsstjórn henni er ætlað að gera drög að samþykktum stjórn og fundarsköp sem að ráðherra samþykkir fyrir hönd nýja sveitarfélagsins en ný sveitarstjórn í raun og veru tekur afstöðu til þegar hún tekur til starfa. Og eins og við sjáum á þessari tímalínu þarna þá gætum við verið að horfa á ef að sveitarstjórnar ákveða að fara í framþykja að þá gætum við verið að tala um það að nýtt sveitarfélag taki til starfa í júní á næsta ári. Og hér er nú svona þessi tímalína bara sýnd á annan hátt, þannig að það er kannski óþarfi að eyða miklum orðum í það, en það er kannski gott að taka fram að ný sveitarstjórn í sameinuðu sveitarfélagi, hún hefur bara fullt vald yfir málefnum þess nýja sveitarfélags. Það þarf að ákveða hvað sveitarfélagið á að heita, það þarf að ákveða nefndarskipan og það þarf að ákveða ýmsa hluti og sveitarstjórnin er í raun og veru, hún hefur full völd yfir sveitarfélaginu þegar hún tekur við, bara alveg eins og ný sveitarstjórn eftir sveitarstjórnarkosningar í sveitarfélagunum að óbreyttu. Og það þýðir þá náttúrulega líka það að það þarf að setja góða fyrirvara við allt sem að er í raun og veru svona dregið fram sem líklegt eða sennilegt að það getur farið á allan veg. En við vitum náttúrulega það þarf að samræma hluti, það þarf að samræma ákveðna gjaldskrár, öll skattlagning þurfa að vera svo sama í sameinuðu sveitarfélagi og þess aftar, þannig að það er ýmislegt sem þarf að gera í nýju sveitarfélagi til samræmingar. Og
Í þessu tilfelli að ræða 2 sveitarfélög sem veita umtalsverða þjónustu. Það náttúrulega misjafnlega mikil þjónusta í sveitarfélögum og mörg sveitarfélög eru með viðamikla þjónustusamninga, en hér 2 tiltölulega sjálfstæð eða mjög sjálfstæð sveitarfélög að ræða sem að veita þjónustu á flestum sviðum sem að sveitarfélög eiga að veita á eigin vegum. En þó eru einhverjir þjónustusamningar í gangi við önnur sveitarfélög og samstarfssamningar og þess háttar sem að þarf að skoða þegar og ef það er sameinað. En eins og þið sjáið á þessum 2 hérna glærum þá eru þjónustuþættirnir svona ansi víðtækir og kannski svona má nefna til dæmis í Dalabyggð að eins og staðan í dag að þá sinnið þið bæði málefnum fatlaðs fólks og barnavernd sem eru svona viðamiklir málaflokkar sem að almennt séð eru unnir í samstarfi sveitarfélaga en ekki komið á samstarf enn sem komið hér. Og svona hefðbundin starfsemi sveitarfélagi náttúrulega rekstur grunnskóla og leikskóla og hér náttúrulega verið að byggja íþróttamiðstöð og það er svona allir megin þættir í starfsemi sveitarfélagi þeir eru hér hjá þessum 2 sveitarfélögum. Þannig að öll þjónusta er svona til staðar nú þegar. Þannig að þetta er ekki einföld yfirtaka eins og sums staðar væri. Þetta er svona meira að það þarf að samræma og finna fleti á samrekstri. En bæði sveitarfélög eru í einhverju samstarfi og Dalabyggð náttúrulega í samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og Húnaþing vestra í samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Þannig að þar er eitt sem er óvenjulegt í þessum viðræðum hér, að það er að hér er verið að fara yfir svona umdæmismörk samtaka sveitarfélaga. Bæði eru í samstarfi umdæmisráð barnaverndar og Húnaþing vestra er með samning við Skagafjörð sem er leiðandi sveitarfélag í barnaverndarmálum og reyndar í málum fatlaðra líka. Dalabyggð er í samstarfi rekstur slökkviliðs og sorpurðun Vesturlands og þannig mátti fleira upptelja, til dæmis byggingafulltrúin sem er staðsettur í Strandabyggð en sinnir þessu þjónustusvæði. Þannig að það er svona ýmsir samstarfssamningar sem þyrfti að skoða ef af sameiningu yrði og tækifæri kannski líka til þess að þá reka starfsemina í sameinuðu sveitarfélagi frekar heldur en að vera háður öðrum með það. En við höfum líka skoðað aðeins svona bara hvernig lýðfræðin er, hvernig samsetning sveitarfélagana er og það sem við komumst náttúrulega er líka að þetta eru mjög lík sveitarfélög. Þetta eru dreifbýlssveitarfélög með hvort sinn svona megin byggðakjarnan þar sem að grunnþjónustan er staðsett og þið sjáið þarna að bæði sveitarfélög gera ráð fyrir fjölgun á næstu árum í húsnæðisáætlunum sínum og þarna til vinstri sjáum við svona kynjahlutfalli, það er mjög svipað líka og þróunin er ósköp svipuð. Það má nefna að Byggðastofnun gerir ráð fyrir verulegri fækkun á þessu svæði á næstu árum og áratugum og það er kannski verkefnið hér að láta þessa spá frekar rætast heldur en spá Byggðastofnunar. En semst í háspá er semst gert ráð fyrir að íbúum fjölgi 25 ár í Húnaþingi vestra og 15 í Dalabyggð að meðaltali. Þannig að við erum að tala svona fjölgun á bilinu 5 til 40 á meðaltali á þessu árabili sem við erum að skoða þarna fram til 33 sem eru semst spátnar sem eru í húsnæðisáætlun. Og eins og ég nefndi þá eru sveitarfélögin ósköp lík, atvinnuhættirnir eru mjög líkir, þetta er bæði landbúnaðarhéruð, í báðum eru laxveiðiár
það matvælaframleiðsla og ferðaþjónustu að vaksa fiskur hrygg og þannig að við sjáum það að svæðið sem slíkt er hvað segja, það er sama lýsing á að miklu leyti við bæði sveitarfélög. Þannig að það er mikið sameiginlegt og það þýðir þá líka að tækifæri og áskoranir eru að miklu leyti sameiginlegar. Það má líka nefna að vegasamgöngur í svona dreifbýlum sveitarfélögum eru mikilvægar og þið þekki nú ástand vega víðast hvar. Ég kom yfir Laxárdalsheiðina og þar nú reyndar blessunarlega verið að hefla. En það er svona ákveðin áskorun fyrir borgarbarnið að keyra á svona holóttum malavegum og annar okkar sprengdi dekk en það var nú að malbyggi var það ekki vilji. en þar komum við að því að stærra sveitafélag svona í samkvæmt sko niðurstöðum svona rannsókna og kannana sem hafa verið gerðar á áhrifum sameiningar að þá kemur svona meira áhrif sveitastjórnana til þess að hafa áhrif á þjónustu við þessa vegi. Þetta er reyndar eitthvað sem er vandamál víða land, þannig að það er mikið verið að keppast sömu peningana en þá spurning hvernig stendur hverju myndi það skila ykkur einhverju í þeirri hagsmunabaráttu að vera saman eða í sitt hvoru lagi. Hvort að hjálpar að tala einni röddu og það er eins og ég segi, það er svona við svona gefum okkur svolítið það í krafti reynslunar að stærra sveitafélag hefur meiri slagkraft til þess að hafa áhrif á þetta. Og annað kannski reynslan segir líka að sameining sveitafélaga hún skilar ekki endilega fjárhagslegum sparnaði en hún skilar því að það er meira svigrúm til að veita þjónustuna, það fyrir minna fjármagn í yfirstjórn og það verður svona faglegri faglegri þjónusta og það er svigrúm þá til þess að ráða frekar í sérfræðingastöður heldur en stjórnunarstöður og bæta þá þjónustuna. En ef við skoðum svona almennt fjármál sveitafélagana að þá gilda rekstur sveitafélaga ákveðnar reglur og það eru tvær helstu reglur sem eru lögbundnar reglur og það er annars vegar þá jafnvægisreglan sem að segir það að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar A- og B-hluta á hverjum 3 ára tímabili á að vera jákvæð. Þannig að ef það er -1 árið þá þarf plúsin hin árin 2 að vega það upp. Og þetta er svona ein af svona lykilstærðunum í þegar verið að skoða rekstur sveitafélaga og verið að horfa á þessa jafnvægisreglu. Er rekstra niðurstaða 3 ára jákvæð. Hin reglan er skuldareglan sem segir að skuldir sveitafélags mega ekki vera yfir 150% á reglubundum tekjum en það er sem sagt það er svona ákveðin formúla fyrir það að reikna út, það er ekki teknar alveg hreinar skuldir og skuldbindingar heldur ákveðnar skuldbindingar undanþegnar en þetta er sem sagt svona önnur lykilstærð. Þessar 2 lykilstærðir eru lögbundnar og þar til viðbótar eru aðrar sem eru svona viðmið sem að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitafélaga gefur út. Við förum aðeins nánar út í það á eftir. En fyrir ykkur sem að kannski eru ekki að velta fyrir ykkur rekstri sveitafélaga daglega dags, þá er svona A-hlutin, það er það sá hluti sem að er svona megin þátturinn í starfseminni sem er fjármagnað með skatttekjum og B-hlutin það er þá fyrirtæki í eigu sveitafélagsins sem að reka sig fyrir svona á eigin tekjum að mestu leyti og eru rekin sem sjálfstæðir einingar. Og svo náttúrulega kannski meginreglan er að þeir sem reka sveitafélög að vera ábyrgir í rekstrinum og sína ráðdeild og stýra fjárfestingum og fjárveitingum þannig að sveitafélögin standist þessi viðmið.
Og hér nú yfirlit sem að væntanlega ekkert ykkar sér vegna þess að það svo stórt lítið letur, en þetta svona samantekt á ýmsum svona upplýsingum úr rekstri sveitarfélagana í ársreikningum 2023. Og eins og þið sjáið þarna þá þá rekstrarniðurstaða A og B hluta, hún hjá Dalabyggð 106.674 og þetta og í Húnaþingi vestra 77.589. Þið sjáið þarna líka að skuldahlutfallið eða skuldaviðmið samkvæmt reglugerð, það 19% hjá Dalabyggð og 40% hjá Húnaþingi vestra, þannig að það langt undir þessu 150% viðmiði. Og svona þið sjáið þarna að samanlagt eru 204 starfsmenn í árslok í 140 stöðugildum, þannig að við erum að draga saman svona ýmsar svona stærðir í rekstrinum sem segja okkur það að sveitarfélögin standa ágætlega, en við sjáum það líka að þau standa sérstaklega vel gagnvart þessum skuldaviðmiðum, en það helst tekjuhliðin sem svona takmarkandi þáttur. Og þannig að bæði sveitarfélög eru svona í samanburði á landsvísu með frekar lágar skatttekjur og eða útsvarstekjur og það svona helst það sem takmarkar í rekstrinum. Við förum aðeins nánar í það eftir. En framlegð og veltufé frá rekstri, ef við berum það saman, þá sjáum við það, þetta skuldastaðan vel innan viðmiðunarmarka eins og ég hef sagt, og skuldaviðmiðið Dalabyggðar 19% og skuldaviðmiðið Húnaþings vestra 40%. Og það sem að eftirlitsnefndin gerir, það að hún gefur viðmiðum það hvað ákveðnar stærðir þurfa að vera miðað við þetta skuldaviðmið. Þannig að sveitarfélögin þau standast bæði viðmiðin framlegð og veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum. Þannig að þið sjáið það þarna lágmarksviðmiðið merkt með bláum miðað við þar hvar þau standa hverjar skuldirnar eru, og punktarnir segja okkur síðan þarna hvar þau standa svona á þessum tveimur stærðum. Þannig að sveitarfélag sem með 50% skuldaviðmið á að vera með framlegð deilt með tekjur sem 5%. Þannig að þetta svona gefur ákveðna mynd af því að þið standið ágætlega, það ákveðið svigrúm, jafnvel þó að þó við séum að horfa á tekjuhliðina sem ég var að gera lítið úr áðan. Hér yfirliti við það hvernig veltufé deilt með afborgunum og rekstrarniðurstaða hafa þróast. Og eins og þið sjáið þarna þá veltufé deilt með afborgunum lána og skuldbindinga fer niður fyrir lágmark hjá báðum sveitarfélögum þarna 2022 og 2023, eða hjá Húnaþingi vestra 2022 og 2023 hjá Dalabyggð, sem svona sýnir okkur líka þetta með að þið eru nálægt þessum viðmiðum, þó því að öllu jöfnu haldið ykkur réttu megin við. Og samkvæmt áætlunum sveitarfélagana núna fram til ársins 2028 að þá standist þessi viðmið út það tímabil. Rekstrarniðurstaðan hjá báðum þarna lítilega neikvæð hjá Dalabyggð í árið 2022 og örlítið meira neikvæð í Húnaþingi vestra, en aftur bæði sveitarfélög samkvæmt áætlunum halda sér réttu megin við núllið þar sem eftirlifir áætlunum tímabilsins. Og eins og ég sagði áðan þá ýmsir hlutir sem þarf að samræma ef að til samræmingar kemur, og eitt af því sem þarf að samræma væri þá fasteignaskattar og fasteignagjöld. Reyndar ef að kostnaður við veitingu þjónustu á sumum svæðum meiri heldur en annar, þá má til dæmis að vatnsveitugjöld mega vera ólík eftir svæðum, en sjálfur skatturinn, fasteignaskatturinn og útsvarið, þetta þarf alltaf að vera eins. Og hér erum við búin að draga saman að útsvarið það sama,
það svolítið munur á skattlagningu á húsnæði og hvernig sveitafélögin hver skattlagningarprósentan í sveitafélögunum tveimur, en eins og við komum inn á, ég ætla að sýna ykkur það á eftir, að þá þegar við berum saman, þetta svona meira það að það ólík samsetning á tekjuöfluninni. Það ekkert mikill munur þegar við berum saman heildina í dæmum og eftir. En eins og sjáum við þarna, þá munur á sumum hlutum, eins og leikskólagjald í 8 tíma vistun, þar er Dalabyggð með 30.482 krónur, en Húnaþing vestra með 43.718. Og það við getum sagt að öllum líkindum þyrfti að samræma það, ef að þjónustan svo sama, en ef til dæmis opnunartíminn ólíkur eða boðið upp á einhverja mismunandi þjónustu, þá má vera munur á þessu. En þetta náttúrulega eitthvað sem þarf að skoða. Og hér sjáum við þennan samanburð þar sem við erum búin að draga saman íbúðarhús í þéttbýli sem metið á 52.650.000. Þar skatturinn, fasteignaskatturinn á íbúðarhúsið 263.250 í Dalabyggð en 250.000 í Húnaþingi vestra. Það munur á lóðaleigunni verulegur. Sorphirðan á svipuðu reki, vassgjaldið hærra í Húnaþingi vestra en í Dalabyggð og fráveitugjaldið mjög svipað. Og þegar upp staðið þá þarna einhver 3.200 króna munur á skattlagningunni á þetta tiltekna einbýlishús miðað við þetta verðmæti. Að því sögðu að þá ólíkt fasteignamat, sama hús metið mismunandi eftir hvar það á landinu, þannig að það svona nokkur matsvæði innan þessa svæðis, þannig að sama hús, þannig við bara að horfa á matsverðið. Í dreifbýlinu munurinn aðeins meiri, eins og þið sjáum þarna, en hann svona skýrist að mestu leyti á því að Dalabyggð innheimtir fyrir förgun dýrarhæja, sem ekki þjónustar sem að Húnaþing vestra hefur tekið að sér eða veitir. Þannig að sá kostnaður fellur væntanlega til með einhverjum öðrum hætti í því sveitafélagi heldur en í þessari heldur en í gegnum sveitafélagi, væntanlega með samningum þá beint við þjónustuaðila. En þetta sem 90.000 krónur af þessum 114.000 krónum sem mismunurinn þannig að eftir standa 24.000 cirka, sem munurinn á skattlagningu. Þannig að þið sjáu það að skattlagningin þegar upp staðið ekkert, eða gjaldtakan ekkert stórkostlega mikið, það ekkert stórkostlegur munur á því. Og aftur á viðræðunum, nú kann einhver að spyrja hvað kostar þetta brölt okkar, og það þannig að hluti af framlagi stjórnvalda til þess að hvetja til sameiningar það að jöfnunarsjóður hefur fengið það, jöfnunarsjóður sveitafélagi hefur fengið það hlutverk að greiða fyrir sameiningu með fjárframlögum og það svona ákveðnar formúlur fyrir það hvað jöfnunarsjóður greiðir með svona verkefnum, en til dæmis má nefna að hér búið að sækja framlag til þess að standa straum af þessum óformlegu viðræðum og sú beiðni hefur verið samþykkt, þannig að sveitarfélögin eiga ekki bara kostnað af viðræðunum eða vinnunni okkar. Þannig að það svona fyrsta skrefið og framlögin halda áfram, það ef viðræðurnar komast á formlegt stig, þá sótt að nýju og fást ný framlög. Og svo greiddur ákveðin kostnaður fyrir atkvæðagreiðsluna þegar og ef hún fer fram til þess að styðja við það. Ef til sameiningar kemur, þá styður jöfnunarsjóður líka við verkefnið sem að fylgir, sem í raun og veru það að koma nýju sveitafélagi í gang.
og þar eru ákveðin framlög bara til að standa straum af breytingum á stjórnsýslu. Það talsverð vinna við það að sameina sveitarfélög og á hvert sveitarfélag eru greiddar 100 milljónir til þess að bara standa straum af því sem við vitum að fer fram og þarf að gera. Og ef það væri 3 sveitarfélög þá það 100 milljónir á hvert sveitarfélag þar líka. Svo skuldajöfnunarframlag sem svona ætlað til þess að rétta hlut þeirra sveitarfélaga sem kannski standa ver skuldalega séð, þannig að það sé síður verið að horfa til þess hvað nágranninn skuldar þegar það verið að velta fyrir sér sameiningu. Þannig að það einhverjum ekki þeim meira sem sveitarfélagið skuldar, þeim meira framlag fylgir. Og síðan byggðaframlag sem þá vegna neikvæðrar byggðaþróunar undanfarin ár sem líka getur skilað þá einhverjum framlögum. Og eins og þið sjáið þarna þá þetta samtals 341 milljón króna og nú ætla ég að setja fyrirvara að því þetta reiknað á grundvelli ársreikninga 2023 og á grundvelli þeirra forsendna sem þá gilda. Til dæmis íbúa ef það jákvæð íbúaþróun á þessu ári þá gætu byggðaframlögin lækkað. Ef að skuldir aukast þá gætu skuldajöfnunarframlögin hækkað. Þannig að þetta svona eitthvað sem þarf að skoða þegar að ársreikningar 2024 liggja fyrir, þá endurreiknum við þetta eða fáum jöfnunarsjóð til að gera nýja áætlun til þess að sjá hvað sameining myndi skila. Já, og það kannski rétt að nefna það líka að þetta ekki svona eitthvað sem greitt út í hönd í upphafi þegar nýtt sveitarfélag tekur til starfa. Greiðslum dreift yfir 7 ára tímabil samkvæmt samkomulagi við jöfnunarsjóð. Þannig að þetta eitthvað svona sem hjálpar nýju sveitarfélagi af stað. Síðan það framlög jöfnunarsjóðs sem að sveitarfélögin fá árlega. Að við sameiningu þá breytast forsendur útreikninga. Í sumum tilfellum þá færast sveitarfélög á milli viðmiðunarflokka og við höfum búin að fá jöfnunarsjóð til þess að áætla það hvað myndi gerast varðandi framlög jöfnunarsjóðs ef að þessi 2 sveitarfélög sameinuðust og þetta nú á grundvelli gildandi reglna framlög jöfnunarsjóðs. Það rétt að hafa í huga að fyrir Alþingi liggur núna frumvarp breytingar á þessu kerfi. Þannig að það talsverð óvissa það hvað verður. En að öllum líkindum og samkvæmt núgildandi kerfi og nú miðað við ársreikninga 2023 þá myndi framlög hækka 10 milljónir á ári. 10 til 20. Og svona samkvæmt því sem svona við vitum og heyrum þá ætti nýtt kerfi að leiða til þess að þessi framlög frekar hækkuðu heldur en hitt. Miðað við það sem að sveitarfélögin fá ósameinuð. En það svona blikur á lofti það hvernig framlög munu þróast. Þau gætu lækkað til sveitarfélagana þóttu sameinuðust ekki. Þannig að það eitthvað sem við að skýrast og við myndum draga fram á seinni stigum þegar við vitum meira og þegar hugsanlega búið að afgreiða þetta frumvarp. En þangað til verðum við að setja alla fyrirvara en svona markmiðið með breytingum á þessu kerfi að hvetja til sameiningar sveitarfélaga. Þannig að það ólíklegt annað en að þetta kemur vel út fyrir sameinað sveitarfélag. Já, og eins og þið sjáið þarna þá samkvæmt fyrstu útgáfu lagana að þá hefðu framlög hækkað þið sjáið þarna fjárhagsleg áhrif af nýju regluverki væru neikvæð 50 milljónir fyrir sveitarfélögin sameinað samtals í sitt hvoru lagi og framlög til sameinað sveitarfélags væri þá hækkun frá þeirri tölu 22 milljónir sem þýddi þá að
svæðið væri að missa 30 milljónir í tekjur í heild en sem sagt stæði 22 milljónum betur heldur en það gerði ef það væri ekki sameinað. En eins aftur, þetta er eitthvað sem við þurfum að setja alla fyrirvara við, þetta og skoða þegar við vitum meira. En að því gefnu að þessi framlög komi inn fyrir sameiningu sveitarfélagana og þessi litla hækkun upp á 10 milljónir inn í módelinu, það ekki vilji? Að þá sjáum við þarna, þið sjáum framleiða hlutfall sveitarfélagana. Dökkbláa línan Dalabyggð og ljósbláa línan Húnaþing vestra og fjólubláa línan lágmark framleiða hlutfalls fyrir Húnaþing vestra en rauða línan lágmarkið fyrir Dalabyggð. Þannig að þið sjáu það að bæði sveitarfélög eru þarna yfir línunni. Á myndinni til hægri þá sjáu þið sameinaða sveitarfélagið til samanburðar og þar sýnir dökkbláa línan sveitarfélagið, framleiða hlutfall sveitarfélagsins með þessum framlögum en ljósbláa línan sýnir framleiða hlutfallið án þeirra. Og það sem þetta segir okkur það í raun og veru að þessi framlög, þó við horfum bara á þann þátt, þau skipta máli fyrir rekstur, þau auka svigrúm í rekstri. Og þá eigum við eftir að skoða öll önnur áhrif sameiningar sem eins og ég sagði áðan myndu sennilega leiða til þá breyting á þjónustu og svona breyting á því hvernig fjármununum varið í þjónustunni. En þarna er talsverður munur á því svigrúmi sem sveitarfélagið hefur. Og ef við skoðum veltufé frá rekstri deilt með heildartekjum að þá sagan svolítið svipuð. Að þið sjáið þarna ljósbláu brotalínuna að hún sýnir ánframlaga og veltufé frá en sameinaða sveitarfélagið sýnt með dökkbláum línum. Og í raun og veru þetta sýnir okkur bara í sjálfu sér að svigrúmið verður meira. Þannig þetta er svona staðfesting á því. En svigrúm sveitarfélagana væri þá þessar cirka 88 milljónir en í hvoru sveitarfélagi en sameinað sveitarfélag hefði einhverjar 240 milljónir, hvert var ég nú komin? 245 milljónir króna svigrúm frá þessu lágmarki. Og þetta var nú, eins og ég sagði, svona samantekt á því sem við erum búin að vera að taka saman og það sem við ætlum að gera núna að svona leita til ykkar eftir ykkar sjónarmiðum, hvað það sem þið eruð að hugsa hvað leggið þið áherslu á að halda í og fleira. Ég ætla að finna spurningarnar. Ætlum við að byrja á súpunni? Nei, er hún ekki eftirfund? Var það ekki? Hún er núna? Ok. Herðu, ég ætla ok. Þá bara borðum við. Já, ok. Já, það er fínt. Það er fínt. Hvað er að taka? 10 mínútur eða? Í súpuna? Korter. Við tökum allavega gott korter og gott korter ekki aðeins tegjanlegt en við allavega sláum í klárin